Össur, hvað skýrir þessa frammistöðu í dag, eða sérstaklega fyrstu 20 mínútur? Það góð spurning. Ef ég væri með eitt auðvelt svar við því. Ég held að andleysi svona sumar þetta bara svolítið mikið upp. Við bara mættum ekki til leiks frá fyrstu mínútu. Svo þegar kom eitthvað áhlaup undir lokin þá var það bara ekki nægilega gott sko. Eini munurinn orðið mikill og orðið erfitt að rífa sig upp úr þessu. Já, sérstaklega líka bara Austurríki voru bara flottir í dag sko. Það ekkert hægt að taka það af þeim. Markmaður þeirra varði vel, útileikmenn voru flottir, spiluðu hraðabolta og svo voru þeir bara fastir fyrir í vörninni og við bara einhvern veginn sáum aldrei til sólar sko. Vanmat kannski eða? Já, ég einhvern veginn aldrei hrifinn af því orðið sko, því að stundum eiga bara menn ekki góðan dag. Ég allan persónulega vanmata aldrei. Ég var búinn að fara yfir þessa markmenn í döðlur og samt var ég lélegur, var með lélega skotnýtingu og það er hægt að pikka svona lítil atriði hér og þar en bara þegar upp við stað þá voru við ekki nógu góðir. Austurríki voru bara betur en við í dag. Sérstaklega fyrstu 20 mínútur og var kannski svona að gera gæðumunin. Já, sérstaklega 20 mínútur fyrstu. Við komum inn í seinni hálfleikinn fannst mér bara fínt en það vantaði einhvern veginn alltaf þetta ekstra til þess að svona gjörsamlega bara komast yfir það sko en það bara þeir voru einhvern veginn bara svör við öllu sko. Þannig að þetta er talsvert vonbrigði, það voru svona menn kannski horfði aðeins á að með sér í dag væri svona möguleiki á undanúrslitum en nú er það æði svona fjarlægur draumur. Já, maður kannski lét sig dreyma svo mikið eftir Portugalsleikinn í gær. Það er sama tuggan alltaf í þessum mótum að hver leikur hefur sitt líf og allt það og spurning hvort við fórum að hátta upp í gær eitthvað, ég veit það ekki. En já, það bara verður þá við verðum þá að drullast til þess að ná þessu 5. sæti. Það er ekkert annað í stöðunni.